What would we do with a drunken sailor? What would we do with a drunken sailor? What would we do with a drunken sailor early in the morning? Hvað séu þetta að fara upp á krakatinn? Það nú komið að því. Já, nú erum við sko það rólega eins og menn. Það svoleiðis bara. Menntið er svoleiðis. Nei, þú ert alltaf naskar að tala. Það er ekki að vera að færa sig út úr því. Það er hægt á því að við ströndum þarna. Gera þetta á flóði. Er það? Það er mikið sker. Núna allavega. Það er mikið sker á milli þarna nesana. 1, 2 og róa! Ég fór í því svona 10 minútur og þekkti engan. Það var svolítið sérstakt að prófa þetta. Já. Ég finn ekki það sem ég langar. Já, ekki. Þeir fara borð og það eru nokkrir lifandi, meðal annars þessi Finnbogi. Þeir bjarga þeim þarna í land og taka alla fjársjóðina sem voru borð þarna og land og þarna og svo verða þeir bara á bænum þarna einhvern tíma og svo einu sinni að fara með Finnboga til þess að eitthvað verkefni, hvort það var innheimtar skuldir eða leigu eða eitthvað og þá deyr Finnbogi og þegar hann deyr þá er urðarköttur hjá honum og hann gefur hann nafnið sitt fyrir lífbjörgina og gefur hann líka vopnin sín sem voru dálítið mikil og segir við hann að þetta eru vopn sem að faðir minn gaf mér og þú getur verið sáttu við þau í Noregi þetta eru af þeim gæðum. Svo segir hann að fara til Hálogalands og það er hann síðan kominn og það er síðan hans ætt og hann síðan mikillega og góður ætt. Þá skrifar sko Hannes Finnsson, biskup, óáran og plágur og svona náttúruvá á Íslandi og heldur einmitt þessu fram áður en að Malthus gerir það að það er þess vegna sem að segir Ísland getur aldrei borið meira en bara 50.000 manns vegna þess að hér er endalaust af einhverjum plágum og óáran og það auðvitað þýðir það að það er bara við erum bara seleksjón hérna sem að sitjum í þessum bát vegna þess að okkar forfeður höfðu náttúrulega voru heppnir að nokkru leyti en líka bara hörku fólk sko vegna þess að það var ekkert nema fyrir þá allra djöfull hörðustu að lifa af í þessu landi. Put him in the bed with the captain's daughter, put him in the bed with the captain's daughter.